Þær mundir sem snákurinn með fjaðrahaminn fylgdi indjánum til landsins var veiðimaðurinn Hídóram á meðal þeirra. Hann og hundurinn hans gátu veitt hvaða bráð sem var. Þorpsbúar liðu aldrei hungur eða þorsta. Engin jagúar óttaðist kofana óáreittur. Dag nokkur fór Hídóram einn út í frumskóginn. Allt í einu kom hann auga á hvíta apann Tjúrúkó. Hann ákvað að ná honum. Aftur og aftur reyndi Hídóram að ná apanum, en allt kom fyrir ekki. Hann sem skaut alltaf í markið. Þegar örvarnar voru á þrotum, fléttaði hann sér snöru. Hann vildi ná apanum Tjúrúkó hvað sem tautaði. En apinn gekk honum alltaf úr greipum. Svo fór að Tjúrúkó náði Hídóram, en hann gafst ekki upp og tók að tálka sér nýjar örvar. En Tjúrúkó stökk í ána. Brátt kom í ljós að hann hafði breytt sér í hvítan fisk. Hídóram gerði stíflu úr steinum og fléttaði körfu úr grönnum táum. Hann fór að veiða og náði jafnvel smæstu sílunum. Ekki bólu á hvítafiskinn. Hídóram var maður þrautsegur. Hann leitaði lengi í árfarveginum og hann fann hvorki tangur né tetur á hvítafiskinum. En hvít skél lá í botni árinnar. Kraftaverk. Hann opnaði lófan og sá stúlku á stærð við þumalfingur. Þetta var skógardís. Hún dansaði eins og blærinn, eins og andvari frá gresjunum. Dísin vildi ganga úr skuggum það hvort menn væru snjallar en dýrin. Þess vegna breytti hún sér í hvítan apa, svo í fisk og loks í hvíta skél. Hídóram sagðist vilja læra af henni. Hann gerði sér ekki grein fyrir því að hún hafði þegar kennt honum margt nytsamlegt.
Hún kenndi honum að veiða með boga og snöru, að hlaða stíflu og veiða með körfu. Með tíð og tíma skyldi hann læra margt fleira. En þetta nægir í bili og út ævintýri.